Já, ég heiti Kristóður Páll og þið eru að hlusta á Tveir fellar. Þá segi ég bara hæ og segi velkomin Kristófer Pál Sigursson. Þakka þér. Náðu þessu fullkomlega núna, geggjað. En Kristó, þú vildi vera að kalla það Kristó? Ég breyti með engu, ég hef alltaf verið kallað Kristó. Já. Blessaður og velkomin í hlaðvarpið. Þakka þér, það er gaman að vera hér. Já, sumulegis. Þú skrifaðir, ert meðskrifandi þáttana Miðjan. Já. Ekki satt? Jú, þetta er upprunalega mín hugmynd sem þetta búið í vinnslu sem 2019 og þá var þetta alltaf ég bara að skrá í síman og vinna í þessu og síðan ára 2020 þá heyrði ég Konna félag minn sem er leikstjórinn og við byrjum að plana í febrúar, gerum svona tímalínu og byrjum að skrifa sín í sumar því að hann sagði mér frá svona hugmyndadum RÚV. Þannig að fyrir þá sem ekki vita það er bara að þú basically sendir á þá hugmynd og þú eða fíla hugmyndan fara að gera þættina og þeir sína þetta á RÚV 0. Ég veit ekki hvort þetta er ennþá í gangi en já, ég vona að þetta er alveg sniðugt svona eða vilt koma mér á framfæri. Já. Og markmið okkar var alltaf upprunalega að senda á þá. Þannig að við skrifum og síðan kom, ég man ekki hvað mánuð var, ég held að það var október svo sendir inn og við sendum á þá og þeir höfnuðu hugmyndinni og við vorum bara náttúrulega ógeðslega fúlir yfir því og við vorum alveg að plana við sendum bara við sendum bara stötu, við sendum bara allt og anna síðan var Konni mjög fúll eða svo við vorum báðir þannig að hann sendi á RÚV 0 bara eitthvað heyrðu, þegar mér finnst að þetta endurhugsa þetta og annað getum við gert eitthvað annað, getum við gert trailer svona bara pröfutrailer til að sína hvert við erum að fara þeir bara endilega gerir trailer þannig að við fórum að það tók einn dag að gera trailer við vorum byrjuðum eitthvað, ég man ekki ógeðslega svona kannski 6 og vorum alveg í tökum bara alveg til kannski svona til 11 og síðan vorum við bara að klippa til svona 5 og síðan sendum við bara þá og þarna Alex náttúrulega snjókæli sem við vorum viðtalið hann fór svona þáldið fyrir aftan baki okkur og sendi á þá stöð 2 þá, trailerinn en við vorum samt alveg að plana að gera það og ég man að ég var bara heima á mér og síðan sendi Konni mér skilabóð bara eitthvað stöð 2 var áhuga ég bara og það bara, þú veist, klukkan var orðin þú veist, ég man ekki 9-10 og ég bara, hefur stöð 2 áhuga hann bara, já, ég bara, ég er á leiðinni og við fórum ekki að ræða það bara, já, þeir hafa áhuga að sína þetta við bara, þú veist, ég veist ekki eins og gott að segja ég bara, ok, snill, þannig fórum eitthvað fund með þeim og þeir bara, þú veist, þeir fíluðu að þessi sáðugriðlega og við síðan, eins og alveg öfnum að segja, síðan fórum við bara, þú veist bara að full vinna í það að plana tökur, þú veist, finna leikara og finna crew og þetta bara gekk alveg vel þess að við fórum, eins og allir sagði, við vorum í tökum yfir allt sumar og klárum bara ekkert fyrir þá lengur síðan. Nei. En eins og þetta var hugmynd sem ég er búin að vera að fá sem ég fekk bara alveg 2019 og ég bara ætlaði ekki að gefast upp að þessari hugmynd, maður var svona alltaf góð til að bara beila á sem það verið ógeðslega fúlt. Ef þetta er að segja hvað þættir eru fyrir það sem við það ekki hvað eru það svona Þetta er basically sko, muninn á mér og alla, ég veit hvað ég má segja þetta náttúrulega Þetta er náttúrulega hann Kolbeinn sem er í svona öðrum flokki í fótbolta og dreymir náttúrulega vera atvinnumæður eins og hver annar strákur eða stelpa sem æfir fótbolta dreymir atvinnumæður sko, hann heyrir orðróm að þá kannski velja nokkra úr hans flokk í meistaraflokk og hann er svona smá kokki hann er bara, já, ég er komin inn, þetta er easy síðan náttúrulega bara kemst hann ekki inn og hafa bara svona heila heimurinn hrinur í kringum hann sko og hann byrjar svona öll hans persónuleg bönd við kærastuna og vín sinn og þú veist ömmu svona af þetta bara byrjar alltaf að hrynja í kringum hann þegar hann fer bara einbeita sér að þessu og þetta bara hann eyðileggur öll sín persónuleg bönd Já. Og af hverju, veistu af hverju fækst þessu hugmynd? Já, það er pínu fyndið ég veit maður nákvæmlega hvernig ég fekk þessu hugmynd ég var að hlusta á eitthvað lag mjög speslag, ég man ekki eins og hvað heitir ég var að hlusta á eitthvað lag og ég sá fyrir mér hana eina senu ég sá bara fyrir mér eitthvað dúta vera að æfa sig á fullu í fótbolta og ég bara, ég ætla að skrá þetta niður, þetta er fínt sem bara þróaðist það yfir í þetta hann er með, þú veist, hann býr hjá mér svona af að hann á kærustuð eða upprunalega hugmyndir sem ég er með í símanum er allt öðruvísi heldur en þetta er núna og þetta byrja alltaf því ég heyrði bara eitthvað lag og sá bara fyrir mér þess að einu senu
Já, Einmitt. maður verður að byrja einhvers staðar og þetta þróast bara yfir í þetta. Já. Já. Hefurðu skrifað eitthvað áður eða? Nei, þetta er fyrsta sem ég geri. Já. Svona, ég hef alltaf prófað að byrja en ég hef aldrei verið með eitthvað ógeðslega góða hugmyndi allavega sem ég fannst ekki. Nei. En það var eins og ég sagði bara með þessa hugmynd, mér fannst þú bara svona einum og góð bara til að hendi í ruslið. Já. Ég er bara svona, ég ætla ekki að gefa þessari hugmynd, hún er góð sko. Já. Þessi þetta fara þá í sýningu á Stöð 2 Já, Stöð 2 Plusið. Stöð 2 Plus, já. Já. Hvenær þá? Er það ekki í desember? Já, við stefnum á desember en ef þetta er náttúrulega búið fyrir og klipping og alltaf bara endurveislega búið fyrir mögulega nóvember. Já. En það er bara svona nóvember, desember, stefnum á það. Já, tökur eru búin að það ekki? Tökur eru búin að það er kláruðist núna í ágúst sem bara já, Gekja? hella. Já. Við sáum þetta einmitt hjá hann Alexi. Mjög flott sko. Það er ekki fyrir það. Lítið mjög vel út sko. Ég er bara spenntur fyrir alla að sjá þetta sko. Já. Og það hefnist. Já. Ég er svo pirraður að ég kom ekki í þessar fucking tökur. Skólatökunar. Já, dammit maður. Hvernig, jú, það var þannig, við komumst fyrst saman til Alex að því hann sendi á okkur ekki vera og spurði myndavélina, Blackmagic. Það sagði bara að þetta var cool vél held ég. Já, Þetta hann var- sá eitthvað í ykkur vloggi hjá okkur og Já. Blackmagic og var að spurja stillingarnar okkar á okkur svona og svo fór okkur að spjalla um það og eitthvað, ég var að tala við hann held ég eitthvað linsu sem ég ætlaði að kaupa eða eitthvað og svo bara eitthvað sagði hann að það vantaði eitthvað fólk og við bara já, endilega, getum mættu okkar og svo mættu við og það var mjög gaman sko. Já, við þurftum alltaf statista. Það er náttúrulega, þú varst annað í skóla sem það er ein sena þar sem okkur vantaði statista þar sem ég þurfti að vera í bakunni, ég ligg svona með hausin þetta sést ekki að þetta er ég. Já. Náttúrulega því ég mátti ekki vera í þessu sinna, þannig að ég leik líka eitt karakter í þessum þáttum. Var ekki vin Kolbein svo? Jú, ég leik við hans Halla að því að, Halla, já. jú, að því að náttúrulega líka með þess að þætti upp ástæðan, ég fekk líka svo það var ekki bara út að læna, þetta er bara því mér langaði að leiki einhverju en það var ekkert í gangi Já. en ég bara býð þá til mitt eigið og vinn í því, svo ég átti aldrei vona að þetta myndi alveg fara svona langt sko. Nei. Þú veist, það er sagt þetta við mig, ég bara, já, kjáfta því. En hvernig kemst þú í sambandi Kolbein og Alex og Jaspis? Já, við vorum allir saman í Borgó, sko, við erum allir vinnir Já, ok. og ég er náttúrulega að tala við þá að því að ég bara var á leiklistabraut, þú veist, þetta er allt listnarsbraut, þetta er sama en ég var á leiklist og þeir voru kvikmyndagerð, þannig þeir vita meir um þetta heldur en ég þegar kemur að skrifa og taka upp, en ég heyrði bara í þeim til að já, sem basically að hjálpa með það að ég kunni það ekki. Og ertu búin að leggja einhverju áður? Já, það er bara einhverju svona eitthvað sem allir hefur tekið upp eða svona vinir að taka upp eða skólaleikrit en ekki teka, þetta er stærsta sem ég hef nokkuð að leggja í sko. Já, ok. Ekki að? Varst ekki eitthvað IMDb einar að skoða? Jú, varst ekki eitthvað með eitthvað þar? Já, ég skráður sem partygestur nummer 15 Í hvað þetta er allt sem fer upp heitir hún. Já. Og þetta er eitthvað, ég man ekki hvað ára var eitthvað 2018 og maður, eða 17 með þess að og þá var maður að leika eitthvað partygest bara. Okay, hefur bara eitthvað samband við þig eða? Já, þetta er að því að einn af aðleikurunum var í Borgó á þeim tíma og heyrði bara náttúrulega í öllum og þannig að maður bara, já, maður vill náttúrulega fá allar reynslu sem maður getur, þannig að náttúrulega maður bara, já, heyrði, ég kem. Já, mitt. Maður hefur bara mjög mikið verið statist í eitthvað svona litlu. Já, ekki bara gaman eða? Það er alveg gaman að vera bara á setti og sjá þetta svona verða veruleika og sérstaklega þú verður ykkur ógeðslega bara ungur fáiði sem vil bara sjá hvernig þetta er gert, þá er þetta mjög gaman. Já. Hvernig myndir þú segja að vera besta leiðin til að komast á set? Sko, eins og með þetta, ég veit ekki sjálfur svona sirka því ég er ennþá að læra þetta sjálfur hvernig að gera svona besta leiðin, ég veit ekki bara svona fylgjast með öllu eins og það eru margar Facebook-grúpur svo aukaleikarar og statist, það er alltaf verið að auglýsa eitthvað og þú veist bara, já, ef þú kemst kannski einhvern dag og vilt vera partur á þessu, bara endilega senda á fólki sem er auðlýsa bara að þú skottir sjálfur á framfæri. Já, mikið rétt. Já, en hvernig er leiklistabraut í Borgó? Er það bara, þú veist, er það sér braut alveg, eða er það? Já, þetta heitir listabraut og þetta er skipt í þrennt, það er grafísk, leiklist og kvikmyndagerð og þar getur þú valið hvort þú ferð í eitt af þessum þremur og ég náttúrulega valdi leiklistina en þú farið svona að prófa allt í Borgó og
var með lýra sér svakalega auglýsingar já, Borgó er alveg frábær skóli þetta mæti peysinu mínu bara en ekki verið í skónum já, ekki inn í skónum já, það var helvítið perandi fannst mér já, það er náttúrulega þekkt regla bara að ekki vera inn í skónum ég var svo, það var eitthvað kom alltaf eitthvað þrísar eitthvað, ekki verið í skónum já, annað í tökunum nýbúið að bóna já, ég man eftir maður með þess að ég var inn í skónum með lýsa að fá þetta ég bara, já, fyrir ekki bullshit, við vorum hann á sokkunum í smástum má ándur ekki verið í skónum það má ekki þeir eru með skóskápa við erum með sér skápa sem bara getur læst hversu fatlaði það? Ég veit það, ég var bara að nema það hérna sko. En hvað segir, ég var að fara í Instagram spurningar Nei, bara, þú þátt að gera hana Já. Er síminn á gólfinu? Já, mjög professional ég veit ekki eins og okkur ég henta hann á gólfi mér leiði svo væri eitthvað á borðinu eins og aðan sko. maður sjá Instagrami Þú veist alveg margar spurningar Fekk ég margar? Já, Sæll Það eru allt vinum hans bara Já, það er einn vinniðin sem senda alveg margar sko. er hann bara allar spurningar Ekki alveg allar Margar Ef þetta er sem er dettur í huga því hann veit að ég mun svara Já Maður segja að hann var með þér á live daginn með okkur Bara Alex? Jésús Ok, það var ekki sem ég hugsa, það var annar Það var margar, bara í dag herri, það er langt síðan notað Instagram Það er archives já, ég er að skoða archives hann er þetta, tjótt er búin að setja mikið Það er að kenna svo krakka Instagram yes. fyrsta spurningin er heimskuleg sko. Já, Allar spurningar sko. bara bring it fyrsta spurningin er mjög skrítin og það er nennið að fá Steinda Junior Ég skal svara henni og ég er bara hjartalega samanlega þessu að því að Steind er alltaf bara icon þannig að bara, já, nennið að fá hann þetta er meira fyrir ykkur andri mig sko Við erum búin að reyna að fá Steinda hérna Það er ekki eins Það er mjög heimskuleg nennið að fá Steinda Junior það tengist þér ekkert nefnum sér frændans Ó, ég veit óskæðis með þér ok, hérna kemur alveg spurningar er hann á lausu og að leitast eftir einhverju Já, ég er endar nýlega á lausu ok Ég var bara nýlega að koma á sambandi og eins og staðan er núna er ég ekkert að leitast eftir einhverju sérstöku nei En já, til að svara spurning, ég er á lausu já, ok hérna, þetta er stelpa sem spyrir þessu sko Já, það myndi ekki breyta miklu strákur eða stelpa sko kannski hún að leita ykkur nei, ok Hver veit herðu, sólgleru, uppáhaldsform Form Ég á sólglerum, ég elska alltaf svona hringlöð ég er alltaf með þannig Ef við að tala um það, ég ætla að tala um eitthvað annað sko. Ég ætla að tala um brand eða eitthvað Já, brand Ég verður að tala um það, nei Nei, örgulega form sko Já, form, ég er alltaf með svona hringlöð sólgleru Svona eins og Svona John Lennon lookið Já Ég kaup alltaf þannig, mér finnst alltaf nett þannig Ég fíla ekki svona aviator Það form á þeim aviator Já, það er svona fluglir eins og sé alltaf flugmennan að vera með í bíómyndarum Svona óglík Já, alltaf svona að labba í svo óksla nettur og setja svo það bara, já, ég sé sér mér mest perrandi á sólgleru er, þú veist, hvernig lofti fyrir inn í augun er ekki með mér í Þú þessu ert með eitthvað stupidly sensitive augu ég veit það, að ég er með frjókóðanum mig þú veist, þá vil ég að glerið coveri allt auga ef það er svona Sungleru já, ef það er svona eins og aviator gleru eins og stannmann þá fer lofti einhvern veginn hérna alveg bara beint í auga á mig sko. Já, meina eða svona kassa, það er perfect sko. Já, ég veit ekki, ég hef alltaf fílað bara þessi hringlögu Já, það er mjög cool, sko. bara aldrei pröfa hann í Svona old school Það er næsta lukkutala Rúllutu talaði Ég er bara engin gamlar sko Ég er ekki beint með eitthvað svona lukkutölu Nei. Kannski að það maður ekki að fara að fá sér þannig bara Jú. Bara velja núna Bara ammælistæðurinn Já, nei, bara tek Veit ekki, 7 eða eitthvað 7, ok 7 en þín ennar 23 23 Ég er 23 í öllu ég er 12 sko Ég veit ekkert hvort ég sagði rétt eða eitthvað ranga tölu Ég er bara, hvað, Nú er valda hann ekki 7 bara brjálaður og Nú er eitthvað að missa sig, valda Ertu hann fucking- Af öllum tölum, velur hann 7 bullshit Ég er hundi pressum maður nú er erfiðar spurning amma eða afi Jésus, ég bý hjá þeim Amma eða afi Hún er að horfa Eða það er að horfa bara að halda fyrir henn í smá stund Ég get ekki valið Ef ég þyrfti að velja Já, kom on Þetta leima sig ekkert sko Nei, ég Vá. myndi sko amma er náttúrulega mest aðeindi en ég myndi alltaf velja Já Fyrir þetta eftir hvað er að tala um pappa eða mömmu minn Það skiptir ekki máli bara amma, báðu minn Já, ok ok Elskar það við En þú ég
amma mín alltaf látin sko. Já, hinn, Ha? þú átt 2 ömmur. Ég veit það ekki. Nei, ok. Þetta er ekki spurning fyrir mig, herra. Uppáhalds leikari. Sko, þetta er búið upp á slengum sem 2013. Ég hef alltaf verið Arnold Schwarzenegger aðdáandi. Nú. Já, ég veit ekki akkur. Ég man, já, ég fór á einhverja mynd með honum í bíó. Hann heitir Last Stand. Ég man eftir því árið 2013 og hann bara festist hjá mér. Og hann hefur bara verið með einn uppáhalds leikari síðan, sko. Ég hef aldrei verið mikið fyrir hann einhvern veginn. Aldrei sé mynd með honum bara sko. Þú hefur séð einhverja, mér hefur ekki séð Terminator. Ég aldrei sé hana. Já, ok, þá var ekkert mikið, þetta er örugglega eina sem hann hefur. Nei, Nei, hann hefur fullt af myndir. Hann hefur Predator er ekki Twins svona? Jú, Twins, Predator. Það var eitthvað svona Baby Cop eða eitthvað, nei. Kindergarten Cop. Kindergarten Cop, já. Ég hef ekki sé hana. Hann hefur nokkrar, en hann hefur alltaf verið smá uppáhaldið mér. Ok. Já. Þú ætlar ekki að vera steratröll þess að hann? Nei, jésu. Kannski. Ég veit ekki. Besta minning á seinustu 4 mánuðum. Besta minning á seinustu 4 mánuðum. Hvað er bara búið að gerast á seinustu 4 mánuðum? Ég er svo gleymin, ég man alltaf hvað ég fekk mér í morgumat sko. Miðjutökur. Já, reynda miðjutökur. Mér fannst svona eitt af mínum uppáhaldsminningum núna voru skólatökurnar. Ekki að því kannski þetta voru endalega skemmtilega, þetta voru ótrúlega skemmtilega tökur. Þetta er bara þegar að fara aftur í Borgá því ég útskast bara fyrir sumarið og koma hann aftur maður bara samt var ég bara nýlega að fara en já, þetta er örugglega eitt af örugglega bara skólatökunar mér finnst það ógeðslega skemmtilegar og bara mjög gaman ég fíla alltaf tökudaga sem er alveg langir já, af því að það gerast alltaf mest á þeim og ég fíla alveg, sko, ef ég þarf að vera frá kannski 11, 8 ára morgun til 11 að bara bring it, sko, ég er alveg mér finnst það ógeðslega gaman Besta minning á seinustu 7 dögum. Á seinustu 7 var þetta alveg já, ég vissi það á seinustu 7 dögum Hvað er bara með eitthvað? Já, sko, þetta er kannski ekki eitthvað minning en ég vinn á leikskóla og þannig að ég var eitthvað í djóki að segja eitthvað krakkar, það er bara ein regla það heyrist í einu krakkanum og það er að negla What? Já, ég bara ég bara hjálpaði ekki ég dó úr hlátri ég bara, Jesús Kristur, 5 ára Fyndi að veit þetta maður Í hvað tónlist var þetta áttur? Þetta er XX Rottweiler hundar Já, það er bara Í ein laginu fucking regla negla. Já, ekki nóg með það, síðan, ég segja náttúrulega því ég blótaði ekki fyrir framkvæmlega það er ein regla og það veist það er negla, síðan fyrir hann útskrift fyrir mig já, lagið er hún, það er fucking Það er ein fucking regla Já, ég bara ég var rekin Rekin? Nei, ég veit ekki, þetta er ekki mér Drekin Ég er drögin Uppból sushi Ok, nú munum margir að hata menn ég borði ekki sushi Nei, alveg með það sko. Já, ég veit ekki, ég hef bara aldrei verið aðdáðandi á sushi eitthvað Já, ég borði ekki heldur sko Bara hár fiskur sko Já, ég hef aldrei verið aðdáðandi Hrískur og okkur Ég fann mér eitthvað annað sko, frekar Já, pítsumæður Þekkið þú Almar Hannes? Já, ég veit hvað það er Hvernig það? Við snöppum Hann haldaði mér á snapp og ég var í ógeðslega góðu skapi hennan dag og við erum búin að bara snappa sem bara einhverju vinnir þannig Við þekkjum Almar Hannes einar Almar skóla Já, hann, já, ok Hann spyr Hvernig er að vera jafn fallegur og Krissi? Ég er fallegur á Krissi Já Hvernig er að vera fallegur og þú? Þetta er mjög skriðið spurning Ég veit ekki hvernig er að vera fallur ég veit ekki Þú hlýttur að vita það Já, það er bara fínt að vera fallur ég Ok, takk fyrir það Þetta er að helviti mjög spurning sko. Já, ég bara Ok, hérna er ein stelpa sem spyr Hvað heitir besta vinkona þín? Besta vinkonum mín? Já Pressa Já, nei, reyndar ekki Þetta má þetta halda Hún heitir Hekla Já, hárta hún Já Hekla Þú svarar rétt Og af hverju besta vinkona þín? Bara eins og staðan núna er hún svona vinkonum mín sem ég tala mest við en ég er með eitthvað vandamáli eða eitthvað og já, hún er alltaf til staða bara Stelpu vinkona Ekki straka vinkona Stelpu vinkona Já, þannig það, hún er stelpu vinkona Herri, þá spil ein stelpa aftur Akkur er alltaf, þú veist, akkur spyrði ekki um spurningar Já, herri, ok Fyndnasta atriði sem gerist í upptökum á miðjunni
Jesus, búið sérst Búið Já, finnast atriði ég er svo gleymin á svona dótið, finnast atriði sem gerðist á tökunum, býðu, hvað var það nú man ég ekki maður ég gleymi að það var einn taka sem ég vissi ekki ég væri í skotinu og þeir voru byrjar að taka upp og mjög alvarleg sena, þetta er einu sem er dættur í hug núna og þú sérð svona bara andlitið á Kolbeinn Alkartur og síðan bakkar hann frá og þá var ég aftan í skotinu í símanum og síðan heyri bara Kristóf hvað og er að taka upp og þetta er þetta minni skemmtilega sem minni hvað að setja ég bara því að síðan ástæðan með hans að finna því ég sá síðan klippuna og þú sérð ekki neitt, þú sérð bara andlitið á hann og síðan bakkar hann frá og þá er ég bara einhver í símanum að senda einhver skilaboð eða eitthvað svo einhver hálfviti Hafa þetta bara í það er svona easter egg Pass meikar ekki sens fyrir kartin minna vera bara eitthvað að chilla maður Hvað tók þér langa tíma að taka þetta upp Pattur? Við eins og er ekki allir búin að segja þetta allt en þetta var alveg yfir allt sumarið sko. Ég man ekki, ég er ekki með nákvæmlega dagana ég held að þetta voru 20 eitthvað dagar og þetta var svona dreift yfir alveg júni til ágúst ef ég man rétt, eða meira segja ágúst með til kannski í september, nei til ágúst það var dreift kannski, já frá júni til ágúst Já En hvað finnst þér bara svona kvikmyndabransan á Íslandi? Já sko með kvikmyndabransan í Íslandi, mér finnst hann alltaf ég er alveg að tala með það, mér finnst skemmtilegt mér finnst hann alltaf verða stærri og stærri Já. sem er mjög gaman þegar þú vilt vera í hennar bransa og mér líður alltaf þess að það er að koma miklu meira af íslensku efni sem er ógeðislega gaman sem var fyllt af kvikmyndum það er líka eitt ástæðum eins og með miðjana því að þú sér ekki mikið af íslensku úlingadrama finnst mér og það er líka eitt sem hvatti mig áfram af því að þetta er svona úlingadrama og ég er bara til að gera langt svo stöðt ég bara, mér finnst íslensk svona kvikmynda bransin bara mjög skemmtilegur mér finnst það mjög áhugaverður og já, bara ég vil óskast að vera parturinn og kannski vonandi í framtíðinni ef maður parturinn og maður sér hann alltaf eins og ég sagði að vera veist, stærri og stærri eins og með stúdíu og balta í Guðnusbænum að byggja það þetta er að vera huge hjá okkur Já, mitt En ég var að muni núna, þú ert á TikTok Já Ég var alveg búin að gleyma því ég var bara steinbúin að gleyma og ég ætla að veikana, ég er ekki búin að kíkja á mikið Nei, það er alltaf góðum þar Hvernig vídeo ertu búið til? Sko, ég er alltaf að gera bara eitthvað svona ég veit ekki, eitthvað svona grín af einhverju ég finn kannski bara eitthvað hljóð og finnst það fyndi og gerir kannski eitthvað þegar vinnun er fullur og er hent út eða eitthvað og það er hljóð, kannski passa hljóði við það eða eitthvað og ég er mjög mikið það, stundum fæ ég hugmyndir sem ég er að tala, ég er ekki meina hljóð en það er oftast það sem ég bara finn eitthvað hljóð finnst það fyndi og það er kannski bara í favorite sjá mér á TikTok í bara eitthvað marga mánu sem dett mér eitthvað, ég kannski keira og ég bara ok, það geti virkað sem gleymi ég því Hvað er það marga followers áttu núna? Ég er með 2200 followers ég maður rétt Ertu mikið svona að fylgjast með númerum með? Nei, nefnilega ekki ég kannski stundum eða eitthvað Já, þetta er í það Já, þetta, en ég er ekkert mikið að pæla svo mikið í þessu þetta er bara, já, nýr follower, já, mér finnst það ógeðslega gaman að fólk verður að followa mig, sko af því að ég átti ekkert von á þessu þegar ég byrjaði ég man ástæðan ég byrjaði þegar ég var í Borgó, ég fekk hugmynd að búa til svona Borgó TikTok account Já. Og hugmyndin var að nemendur í Borgó myndu senda okkur eitthvað myndbönd og við myndum posta því þar síðan var bara enginn að senda okkur og ég átti svo sem vonaði og ég bara, god damn, ég get ekki látið hann account bara að deyja þannig ég byrja að posta eitthvað fullt þarna og ég er svo ógeðslega feimin típa og ég hugsaði með mér, ok, ef ég get posta hér þá get ég alveg postað á mínum og síðan byrjaði ég bara að fá sko, bara followers og views og ég bara, hvað er í gangi, ég átti ekkert vonað þessu en mér finnst það ógeðslega skemmtilegt það var ógeðslega skrítið fyrst að það var alltaf ég veit ekki hversu oft ég hef fengið, ég kannast við þig ég segi aldrei hvaðan frá mjög mikið af pródusir sem ég var vunni ég er ógeðslega frægur sko. ég segi alltaf það ég bara, já, ég veit ekki hvað já, ekki veit ég það sko þegar mér líður alltaf svo kjánalega er það ekki TikTok? Ég er á TikTok sko ég vissir ekki bara svona að segja
Mér líður alltaf kjánulega að segja það. Já. Síðan hefur við alveg fengið alveg nokkuð sem þetta ekki að TikTok, þá náttúrulega segi jú, ég segi ekkert nei. Bara nei. En þegar einhver segir, kannast þig, eitthvað, já það, já, mér þetta er ekkert í hug, sko. Það ljúga fólkinu. Já, ég vil ekki vera ókvæmlega kokki, kannski, er það ekki svona TikTok, ég bara, já, er það TikTok, eitthvað? Nei. Já, gerði ekki á fíbli eitthvað í Pónus fyrir 5 árum, eitthvað, já, það. Já, ég veit. Einn fór með eitt live með einhvernum stelpum á hann og þarna með stelpum vinkonum okkar og neða, já, vinkonum en hérna og þær sögðu, já, þetta er hérna duttinn hann að víti í Vestmanni. Maður auðvitað heldur áfram með dóki, segir bara jú. Djóki, þetta var ekki djók. Þess að vissu við vorum podcasti. Já, og þær eru bara ekki, hafði ekki séð víti í Vestmanni. Einar var ekki tengt í því, sko. Nei, ég veit ekkert um víti í Vestmanni. Nei, ég hef ekki séð það sjálf. Voru þetta ekki þættir? Nei, þetta var bíómynd sem var þetta klift í þætti á RÚV. Mér finnst það ekki mjög gott, sko. Bókin var bara vín, sko. Já, mann eftir bókin alltaf lesin í grunn, sko. Já, ég man að það kom en að Gunnar Helga já. Geggjaður í töndur. Já. En ertu mikið að TikTok sjálfur? Ég spyr alla þessu. Ég er að fatta. Svona að skoða, skilur. Já, ég kíkja örugglega daglega með leiði, sko. Já. Þetta er alveg, mér finnst þetta skemmtilegur miðill, sko. Já, þetta er alveg skemmtilega miðl, mjög addicting. Já, maður verður háður, þú veist, maður heldur á mót búinir 5 mínútur, þú kannski búin að vera það bara 3 klukkutíma. Maður bara, bök. Þetta er ekki nóg gott, sko. En mér finnst, já, ég er alveg mikið á þessu, inn á þessu bara að skoða sjálfur. Já. Hvað, hefur við farið á For You page, eða? Við erum nefnilega á TikTok, sko. Já. Já. Jú, ég held að þið poppuðu einhvern tíma því ég man ég byrjaði að followa ykkur á TikTok, þannig að ég held að þið poppuðu þá upp. Þú lígur? Nei, þú ekki neitt. Þú lígur, þú ert ekki að followa okkur. Við hérna erum búin að hendi followa, eða ekki? Já, það gera mig í live-inu. Það gengur ekki ef að við erum ekki búin að því. Þannig bara nota afsökk til að fara á TikTok. Hvað er hérna? Það er samt að, mér finnst það ógeðslega að finna eitthvað en TikTok sem bara svona tók basically yfir heiminn, sko. Handjóks. Þú veist, ég held nótöku þessu núna alveg frá 30 þætti eða eitthvað meira búin að bara tala um TikTok. Já, bara, þú veist, þetta er svona mjög mikið umræðin við allan. Það gengur ekki, sko. Það er náttúrulega allir inn á þessu. Það eru náttúrulega, já, allir. Og maður, þú veist, Óli. Vá. Ég ætlaði aldrei inn á þetta. Nei, sko. Ekki heldur. Ég man bara í október, sko, í fyrra, þá downloadaði ég fyrst, en áður ég bara, þetta er svo fánanlegt. Allir voru ekki að skróla, ég bara, þetta er svo stúpid, þetta er svo heimskulu myndbönd. Já. Síðan bara, þá var ég var í skólanum, ég var ekki fokkið til að downloada þessu. Síðan bara festist það. Já, það er klipp af mér á TikTok og nokkað segja bara, þú veist, ég hata TikTok. En þú veist, ég var også bara svona... Núna erum við einar af þeim sem er að gera þessu heimsku vídeo. Já. Það er ekki nóg gott. Nei. Ertu byrjaðir á okkur öðru verkefni núna? Nei, svona eins og staðan núna er ég bara svona brainstorma hugmyndir. Það er bara svo, getur verið ógeðslega erfitt að brainstorma eitthvað nýja hugmyndir. Það er búið að gera allt. Já. En já, eins og staðan núna er ég ekki beint að vinna en ég er bara að reyna að finna eitthvað nýja hugmyndir. Ég er búin að vera að vinna daldið í seríu 2 að miðan ef það skildi gerast. Já. Og ég er búin að vera að vinna daldið í því hvað þetta gerast í þeirri seríu. Ertu ekki með þeim hann í dagatalinu? Nei, ég er ekki með þeim í því. Ég er ekki sko partur svo sem af Jaspis teiminu. Nei. Ég er svona, já, þeir byggur þetta til. Ég er bara svona kom með hugmyndana sem kom þegar maður kortið. Nei, ég er þetta ekki. Nei, ég er ekki svona partur af þessu sem. Þeir eru bara félagi mínir og ég talaði við að þeir kunni þetta. Já. Og er þú ekki en græðukall? Nei, ég kann ekkert á þetta. Nei. Ég bara, ef þú myndir réttum eitthvað tæki, ég myndi ekkert vita hvað að gera við þetta, sko. Ég held Andrés í þetta að sitja en og þið væri bara tala um græður? Já, græðuna. Já, bara. Nú verður þetta við bara en að tala um ekki græður, TikTok bara. Já, TikTok. TikTok is my thing. Er TikTok your thing? Nei, alls ekki, sko. Hvað er þitt thing einar? Fótbrjóta mig bara. Ég getur kent þér að fótbrjóta þig. Shit, ég fefið það maður. Hefur fótbrjóta þig? Nei, en ég brótaði á mér hendina. Hvora? Mér finnst það miklu meira vesen, ekki? Ég braut hann ekki, ég bara tóknaði fokk illa og þeir settum mér samt í gifs. Já, gerst líka á hinfótum minn. Já, ég tóknaði okkur illa og þeir bara settum mér í gifs. Var það vinstri eða hægri? Ég held að það var vinstri. Já, það var vinstri. Hvað gerður þið við hana?
Ég var í fótbolta, þetta mörg ár síðan og ég varði þetta aldrei illa og þá var ég eitthvað, fuck síðan var ég eitthvað að hlaupa, þetta er svona bara svona sparkvöllur og ég var að hlaupa og ég var að reyna að stoppa mig og það er bara svona veggur og ég kom svona og bara hendin og ég bara fuck Já, bara þetta er farið Já, kláraði svona leikinn Já, ég kláraði mitt líka vindaginn Já, ég meina maður verður að halda áfram Já Gotta get the money Já, ég var ekki betur að fá money þarna Það var að drekka mjólk einar Hætt að pota alltaf í Já, fótunum sorry Hætt Hvað var þetta lengi einar? Þetta verður 2 vikur Bara 2 vikur? Þetta broti líka saman Hæ? Broti fór ekki svona, það fór þú veist bara Þið hann bara góður til 2 vikur? Ekkert endilega, ég fyrir einhverja myndatöku Já Ég held að það er 3 mánuðir Google sagði 3 mánuðir Já, þetta var fucking myndi, ég var að tala um Messenger hann bara, þetta er í minnsta leginn að 3 mánuðir og hvað, ég bara, 3 mánuðir Það er ekki ofta 6 vikur eða þú ert í alveg brotin, eða er ég aðrugla Er Google að ljúga að þér? Þú aldrei að googla eða þú ert með eitthvað, þú veist, þú ert um verkið bringunni eða þú ert ekki að googla sko. Það segir bara að þetta var degja sko. Google með seg, sko, ef þú googla eitthvað verk þá sko, það segir Google áttir að degja fyrir 3 mánuðum sko. Já, þetta er fucking Ég hef bara aldrei googlað neitt verk sko. Einar er mestar af því Ég er mjög góður í því Ég hef gert það eitthvað einu sinni að ég fekk verk bringunni og bara, ég var á löngu döður It's a miracle Ég var fattast, ég get kannski ekki komið þessar tökur með aðræðsir sko. Ekki? Hvað ég gera hana? En bara vera hana Það vantar Fóbrótir mann í leik Það er eitthvað prótið, ert þú eitthvað inn í því? Þannig að fara eitthvað að taka upp eitthvað proof of concept eitthvað Nei, ég er alltaf ekki búin að höra neitt sko. Nei, það fyrir eitthvað annan sko. Já Vantar eitthvað kvikmyndatökumann og hljóðmann Þú getur hljóðmaður í hjólastól Það er fucking cool Rætta er í hjólastól, ekkert mál Þurfum við ekki að gera eitthvað TikTok saman eða? Já, það er ekki TikTok Ái Þannig þú ert bara búin að vera TikTok síðan oktober Já, ok, reyndar Ég downloadaði 2019 No Já, ég rugglaðist, ég sagði fyrir að ég fatt að ok, neða, 2021 Ég downloadaði 2019 og ég byrjaði að posta í oktober í fyrra Já, ég byrjaði að posta í oktober í fyrra Þannig ég er búin að vera núna 1 ára á það að posta Hvernig kom TikTok 2018? Þetta Þetta var náttúrulega Musical.ly Já, þetta er alveg búið að vera mikið lengur en ég held Þetta er bara, ég veit ekki, maður sést eitthvað svona gömul TikTok að það er bara postið eitthvað 2015 Já Það er bara, hvað er þetta svona gamalt? Sunda þess að geta sem þú verið Musical.ly sko. Já, örgulega, ég var ekkert á Musical.ly sko. Musical.ly Var það eitthvað þeng? Það var alveg stórsand sko. Já, það var allir á því Alltaf að gera eitthvað svona lög, alltaf að færa síman upp og niður og hægra og vinstri Það var alltaf bara Vine eða Musical.ly Instagram, manni, einsinni Ég var ekki eins og Vine, ég var alltaf náttúrulega, það kom 2013, ég var alltaf eitthvað svona bara Vine klippur á YouTube og það voru alltaf bara Já, það var náttúrulega bara klassik sko. Já Hvað heitir gæinn annars sem kom til Íslands? Logan Paul eða? Vænerinn Já, hann er Væner Já, eitthvað heitir hann Logan Væner? Þannig var hann Hann frægur byrjaði á Vine What? Ég veist það ekki What? Hann byrjaði á Vine Vissu það ekki? Nei, ég held það bara YouTube Nei, hann var frægur út af Vine sko. Ég hef aldrei séð Vine hjá honum Okay. Hvað er þú þá að tala um? Þannig að það fór í kringluna Já, þetta tala um hana franska, ég man ekki hvað hann heiti Hann er fransk, ég veit hvernig þú tala um hann heitir eitthvað Jerome eða eitthvað Já, eitthvað Hvað er hann núna? Hann er bara Örugglega að posta eitthvað á YouTube eða eitthvað Jerome Já, hann postaði eitthvað, herri, ég er frá kringluna Svo bara fór allir í kringluna Ég man eftir þess að bara, nei, þetta var smáralind Já, smáralind Smáralind var bara full Já, og fólk fór svona upp að þök á bílum Já, ég man eftir því maður, ég man eftir fréttunum Það var svakalegt Já, og það var eitthvað skammaðan fyrir að gera þetta Frá einhverjum gömlum Væner? Eða var þetta það Væner var Hann var alveg on the top þá, sko Já, var hann bara on top of the world Hann var bara the shit, sko Hann var eitthvað, hann sko, vinur hans talaði við hérna Stefán alltaf að þeir hittust svo og svo fóru þeir í hana hvað heitir húsið hana Playboy húsið, mansioni Já, Playboy mansioni Veistu hvað það er? Playboy mansioni? Nei, Stefán alltaf Ég hef að segja bara allir straka veit eitthvað Playboy Já, bara hvað veit ég hvað það er, já Nei, ég veit ekki hvað það er Hann er Stefán þetta er Ice Cold Nei Veistu hvað Ingi Báður er? Já
Já, þetta er hann að þeir voru með Ice Cold YouTube channel, eitthvað 10 Já, ég veit örugglega eitthvað. Ég veit þetta örugglega en samt ekki. Já, Það er að vlogga. Já, ég veit örugglega hver þetta er leiðin myndi sjá hann. Já. En ég sá líka á Facebookinu, ég var hann að stólka þig, Já, að það var eitthvað hans á Gretusýning. Já, það var Borgosýning fyrir 2019. Varstu að leika í því? Ég var að leika í því. Hvað leistu? Ég var að leika hana Nord. Varstu að leika Nord? Já, ég var að leika Nord og ég þurfti að vera í drægi. Ég var í kjólahöllu og það var að mála mig, bara það var límt af mér augabrúnnar, bara með venjuleg líma blöð með. Já, og svo teikna svona nýja. Ég var með drag meika á mér og ég þurfti, það var gert 10 kvöldi röð að ég þurfti að setja það á mig og taka það af alltaf eftir hverja einu sýningu. Jesus. Það var ekki heyrt hana af Jim Carrey á Grindstöðunni. Já, en þetta bara læra bara hvernig á að læra pyntingar. Já, bara basically það. Bara þetta er bara svo láta grafa sér lifandi. Það var með svo mikið þessu bara, þetta var bara hann var náttúrulega með miklu meira en ég var nokkuð tíma með. Já, Jesus fucking Christ. Þetta var eitthvað 4 tímar á hverjum einsum degi. Alltaf að setja á sig og 2 tímar að taka það af eitthvað. Svolítið mikið sko. Er þetta vídeo að því? Já. Eða vídeo að útskýra þetta, ég held að segja ekki til vídeo að... Akkur Ég veit ekki. Gjörðu það í Eða TikTok væri til, það eru glóð til vídeo. Hlýtur þetta vídeo, þú gerði það 4 tíma á dag. Googlaði það bara eftir, shit maður. Mér langar að sjá þetta. Mér langar að sjá þetta sko. Já, þá bara sér þetta þetta er crazy sko. Getur bara spurt Carrey eitthvað. Hann ekki bara eitthvað I'm a dot Já, hann er býnur farin sko. Hann er búin að missa það. Verður svona alltaf legend sko í minni bók. Já, ég veit það. Svo ekki viðtala sem að segja eitthvað I wanted to go to the most eitthvað, hvað heit það, eitthvað pointless place eitthvað fyrst og fór eitthvað so I ended up here eitthvað. Já, ég sé það maður. Eitthvað most pointless event eitthvað, svo fór hann og konan bara eitthvað ok lappaði svona hringi í kringum hana eitthvað fucking weird sko. Ég veit ekki hvað það Þetta er eitthvað viðtal sem að fór í maður. Já, hann er flottur sko. En betur hvernig byrjar að leika og hvað var það fyrsta sem hann leikst í? Og sko fyrsta sem ég leik í það var sko eins og margir sem að gera í grunnskóla og var alltaf að leik bara með vinum að gera ykkur myndbönd þú veist YouTube, varstu YouTuber? Já, þú veist ég var ekki YouTuber við bara postum og fengum 3 views. Já maður og varst the shit. Já, og síðan það er svona fyrsta sem að vera að leiki en maður hafði alltaf áhuga á leiklist yfir höfuð það er svona endaði maður í Borgó. Veitu hvað er næstu? Ég er úr Kópavogi. No. Ég er Kópavogi. Kópavogi? Þú hlustar mikið að Hernendismýra? Þú hlustar mikið að Hernendismýra? Ég er nefnt að hlusta alveg á hann sko. Hlustar hann Nutella? Ægver, please ekki. En já, ég held að sé ekki en á Íslandi sem hlustar ekki að Hernendismýra. Jú, er glæður margir. Ég læk ekkert lagið frá hann sko. Nei, þú veist. Já. Jú, upp til hópa. Já. Jú, ég lækaði það. Hella lag líka sko. Óli með sko, þú veist, hlustar, þú veist Spotify náttúrulega. Já. Og hlustar tónlist. Þú veist, hlustar þú að like lögin? Nei. Hæ? Ég like ekki lög. Þannig að gera það enginn. Það er pointið, þú ert að like það. Nei, þú byrjir til playlista. Það tekur lengri tíma. Nei. Það eru 2 takar snæðan fyrir 1. Já, en þú veist I don't got time for that. Það getur líka skýrt að það svo vilt Ég á playlist, nei ég á ekki playlist Nei, en þú átt bara liked songs. Liked songs. Mér finnst það vel weird. Ég er ekki ég er með eitthvað 3 playlista sem ég bjóð til. Já. Liked songs Það er best sko. Ég hef með svo mikið like bara eitthvað kjaftaði bara fyllt fyrir emminum og jólalög og hvað geta þér. Já. Ég held að ég sem eitthvað 1 like sem ég vildi ekki gleyma hvað það héti. Já, mitt. Þú búin að horfa Squid Game? Nei, þú varst að segja mér það. Ég var að segja það því bara ég kom inn, bara ég er búin að horfa fyrst á þáttinn. Fyrst á þáttinn? Og horfa á kóresku eða ensku? Ég horfði á kóresku því að mér fannst þetta er svo pirrandi mér fannst enska bara mér fannst það ekki passa og bara pirraði mig sem passaði textin ekkit við hvað sem voru að segja, hann var kannski að segja eitthvað I went out og það síðan kemur textin outside, I went eitthvað þegar maður eitthvað og það rugglaði mig bara í rýminan ég frustaði þetta bara freka með kóresku. Já, ég horfði allt bara með kóresku sko. Já, en ég nenni ekki að lesa. Það er svo mikið letingi sko. Ég er engin letingi, ég horfa á þætti til að slaka á, ekki til að bara ég er alltaf með text og því ég horfa eitthvað ennstefnið sko. Já. Hvað er það? Hvernig ætlum að læra ensku inn? Já, ég er búin að læra ensku, Óli. Nei. Jú. Ég kann bara ekki skrifa ensku. Já, það er málið. Þú ætlar að nota þér texta. Kann þú skrifa vel ensku? Já, fokk vel.
Ég kann ekki skrifa vel sko. Það er hræðilegt sko. Ég er svona alltaf lægið í Já. Fyrir eftir hvað ég er að skrifa. Hefur ekkert maður flutt? Ég hef flutt. Og hvað það komum á þörru. Ég kemur alltaf bara með svona Squid Game podcast. Ég var ekki svona að tala svona stalling og svo bara Svo þetta er allt í hug. Ég get spurt það. Nei, ég hef flutt sko 9 sinnum á ævi minni. What? Já. Djöfull, ég hef flutt 1 sinni. Ég hef flutt 9 sinnum. Ég upprunalega átti ég heim í Vesturbænum. Ok. Svo flutti ég í Grafarholtið. Ég var bara þar í einhverja 6 mánuði. Síðan fór ég í Kópavoginn 2006. Svo 2017 flutti ég í Grafavog. Svo 2019 flutti ég aftur í Kópavoginn. Síðan hef ég alltaf flakka bara milli húsa í Kópavogi. Já. Ég er búin að flytta 5 sinnum. Ég er að telja. Þú er bara búin að flytta 1 sinni. Já. Búin að búa í saman húsi allavega. Já. Það er svolítið leim. Nefnum 1 ár. Flytja til útlanda. Já, fórst til útlanda. Það er þeng. Já, það er þeng. Ef þetta akkur það flytja svo oft. Bara, ég veit ekki, ég var náttúrulega bara krakki. Það er ekki að segja það mikið val. Bara nei. Ég fylgdi bara með sko. Ég verð hér í Kópavogi. Þú veit ekki að vera að taka með mig. Nýbúin eignast vini. Já, ég er ekkert að fara í Heldurs Graf sko. Ég er ekkert að móti Graf. Ég bjóð hann í nokkur ár. Hvað er Grafur náttúrulega? Graf er hann bara hliðin á Graf. Þessu borgu er bara rétt að hann kemur í Mosó. Svona Egilshöll. Egilshöllin. Þetta er bara það sem Egilshöllin alltaf er. Fórstu alltaf í Keilu þá? Nei. What? Egilshöllin er alltaf svolítið ný. Eða svona, nei, Keiluhöllin ekki. Hún er svona. Ég er ekkert að fylgjast með hvernig alltaf opnar. Held það. Breyttir það á skóla alltaf? Nei, ég sko þegar ég var í grunnskóla fór ég í Kópavogsskóla og þá var ég bara flutt á milli húsa í Kópavogi, þannig ég var alltaf í sama skóla bara. Og síðan náttúrulega þegar þú fyrir í menntaskóla þá var maður ekkert mikið að hugsa hvað þú býrð. Þú veist ekki alltaf, þá ferðu bara sem hvað nám henda þér best. Já. Og tekur bara strætó, þannig að ég var alltaf bara í Kópavogsskóla í 10 og svo fór ég í Borgó og var þar í 5 ár. Já. Já, er þetta 5 ár? Nei, ég var bara 5 ár. Akkurri? Ég var tossi. Tossi? Já, ég byrjaði, með menntaskólan, ég byrjaði fyrsta árum mitt ógeðslega vel, af því ég var búið að hræða mig ógeðslega mikið bara, þú voru rekin og læri ekki, þú voru rekin á menntaskóla. Hvernig var að segja þetta? Nei, það bara, mér leið bara þessi kennarar, þú veist, í grunnskóla, bara, fyrir mér var búið að lýsa svo þannig fyrir mig, bara, ef þú læri ekki, þá ertu bara rekin. Rekin? Já, þú veist, það ertu bara fókt, skilur. Það ertu bara fókt, skilur, og mætir ekki til skólan, ef með fjárvist, þá getur þú verið rekin á skóla. Já, það er satt. Og þá, þú veist, þetta er ekki endalega satt, það var bara búið að auglýsa þannig fyrir mér. Já. Hann er bara fyrsta árum mitt, ég bara, læra og bara var með topp einhvernir, sem bara annað árið, bara hrundið, þá fór maður að læra á kerfið, fatta að þetta er ekki svona. Maður missir líka alveg áhuga. Og bara metnaður minn dó og ég hef ekki fundið hann síðan. Maður missir áhuga metnað, bara svo fljótt í þessu. En við erum náttúrulega í menntaskóla núna, eða framhaldsskóla. Og bara, vá maður, þetta er bara, þú veist, þetta er bara, ég ætla bara að segja, þetta er hundleiðilegt, sko. Já, þetta er leiðilegt þar til maður útskrifast, þá viltu fara aftur, sko, því maður er ekki verið með vinnu, sko. En þú veist, þetta er Mennir ekki verið með vinnu? Jú, maður mennir því. Þetta er bara eins og með, þú veist, ég verið til að fara í grunnskóla. Manni, sko. Þetta er bara eins og ég vil fara í grunnskóla núna, þú veist. Já. Viltu það? Gauður, mjög skaman í grunnskóla, sko. Það var fínt, sko. Já. Það var fun og það var ekkert svona stress, eða þú veist, það var ekkert svona. Það bara breytir engu hvað að læra. Nei, basically, sko. Við erum ekki bara leikskóla. Það var alveg Það var shitið, sko. Ég vinn á leikskólan, ég er þar á hvernig degi, sko. Hvernig það? Það er fínt, sko. Það er bara alltaf lag. Sumið, það er bara misjað þetta dögum. Krakkan ekkert krenki. Það er eins og það er misjað þetta dögum. Stundum geta það verið fín, stundum geta það farið. Gotta cook up first. Einn fólki mestari sem kann, það er bara ein regla. Það er bara ein regla og það er að negla. Jésús. Þau eru líka svo, sumir krakka, þau eru svo fyndin og þau fatta það ekki. Nei. Ég er alltaf að hlæja. Þau veit ekkert hvað þessu. Þau er bara, hvað psychopath er að vinna hérna. En hvað segir strákar? Er það að fara að kalla þetta? Kalla þetta? Já. Er Borgó menntaskóli eða framhaldsskóli? Það er menntaskóli. Þú veist, hvað það er bekkjakerfi. Við erum bekkjakerfi. Já, wow, hvað ég tók mikið brainfart. Nei, það er ekki bekkjakerfi í Borgó. Yes, ok. Það er að framhalds. Yes. Bara heilanum að tók bara brainfart, sko. Ég gæti hugsað mér að fara hanga. Þú veist að fólk sem þarf, sko, stundum svona bekkjakerfi. Okkur. Bara svona finnst betra að læra með svona sinnhópur. Já, ok, já, trúlega. En ég gæti alveg hugsað mér að fara í Borgó, en eina veið það er bara svo langt í burtu, sko. Já, ef þú byrði í Kópavoginu þá er það samt alveg langt í burtu, ekki? Það er bara eitt strætó fyrir mér. Ertu að pæla í að flytja bæina? Ég veit ekki, en ég er að fara í bæinn. Hvað er strætó langur?
Sko, það sem ég bjóð tók ég strætó. Ég tjekka þessu fyrir þig. Og hvað tók hann? Nei, hann veit það bara, hvað tók hann? Ég maður tók svona 20 mínútur hálftíma. Gæir, ég vakna alltaf 5 mínútur fyrir skólan, sko. En þú býr líka Selfoss, sko. Já, ég er 2 mínútur að fara í skólan, sko. En þú býr líka á hliðinu á skólan. 20 mínútur bæ... Nei, hvað ætlaði ég að segja? By bus. Ég ætlaði að segja baby. Já, þetta þegar ég bjó í Kópavogi, þá tók ég alltaf strætó sem ég flutti í Grá, en þá var ég 4 mínútur að labba. Ég byrja, Borgó er náttúrulega í Grafarvoginum. Já, þú veist, þetta er alveg svolítið langt frá, sko. Já, ég segi það. Já. Hvað er þetta þá að væla? 20 mínútur samt. Akkur er samt Borgó? Þeir eru með kveikmynda, með nokkar kveikmynda. Já, þeir eru með kveikmynda. Tjók. Er stúdent því? Já, það er stúdent. Það er cool. Og það er cheap. Það er ekki dýrt, það? Já. Nei, ég held að skólagjöldin er 20. Þetta er ekki svo kveikmyndaskóli. Nei, þetta er eitthvað 20.000 skólagjöldin, sko. Já. Bara basic skólagjöldin er mótið í Vestló, sko. Í FSU er 5.000 skall, sko. Ha? Já, það er þótt að landið. Já, það ekki? Nei, ég er ekki, nei. Jú, það er 5.000 skall. Ekki 15. Já, 5.000 skall í nefndarræði. Já. Ég er líka að skólagjöldin maður ekki sens að það er 5.000 skall, sko. Já, það er trúið 20 skall. Hæli í þessu hvernig þetta er öðru sem Bandaríkjum Þeir eru ekki með, ríkið er ekki borgald þar. Nei, ég veit það. Nei. Pay your taxes. Pay taxes, bro. Það er make Iceland great again. Er college framhaldsskóli? Nei, er það ekki háskóli? Nei. Ég andurs veit þetta ekki. High school. Þú bjóst í fokkin Bandaríkjunum. High school er hvað einar? Það er grunnskóli. Jesus Christ, maður. Ég veit ekki. Elementary grunnskóli. High school er high school. Mentaskóli. High school. Hefur þú séð High School Musical? Já, nei, ég er ekki fokkin á mér, sko. Hefur þú séð Glee? Nei. Hefur þú High School Musical? Ok, en hefur þú séð Glee? Ég hef ekki séð neitt að Nei, en samt High School er mentaskóli, college Ég þarf að veðja að margir halda High School síðan Já, háskóli, ég held alltaf Já, einmitt High School er mentaskóli Og college er þá framhaldsskóli? Það er háskóli High school college degree Þetta er öðruvísi síðast Já, ok Já Það veitu þetta núna, strákar Shit, þetta er bara rólegir, ándjóks Chillaði Ég er rétt svo veist þetta sjálfur, sko Svo getur þú tekið svona, hvað heitir það, hérna svona heimavist, hvað heitir það aftur, muni að Summerskúl, Nei Heimavist, summerskúl Nei, það er svona Æ, hvað heitir það? Damn it Ég man ekki sko Svona Community college Já Þú veist, það er svona bridge from high school to college Ef þú ert ekki náttúrulega klár, fara að lága einhvern veginn tossi Þá er þú farið í community college Já, ég hef verið hent ágátt Hefði það verið hérna á Íslandi, sko Ég planið eitthvað að fara í háskóla Já, eins og staðan núna er það bara að vinna, sko Síðan er maður að skoða hitt og þetta Hvað getur þú hugsað að fara í? Sko, ég veit ekki, sko Maður er svona pæli allavega í Nei, please Síðan er braut þarna í HA, Háskólanum á Akureyri sem hljómar vel Já, hvað er það? Hvað heitir hún þetta? Eitthvað svona fjölmiðlafræði Hún hljómar alveg, sko, good shit Er hún ekki hér, eða? Hún er nefnilega ekki hér Nei, ég er ekki hér, það er mjög pyrrandi Það er ógeðslega Ég var að leita þessar braut nefnilega Þetta er, ég var að lesa þetta Þarna hjá HA og hljómar ógeðslega vel Nema þetta á Akureyri Ekki disrespect á Akureyri Ég er ekki að flytja Akureyri er bara svo langt í burtu Akureyri er stöffi, sko Hæ? Akureyri er fucking nice Ég hef ekkert á móti Akureyri Ég bara nenni ekki að fara að flytja hérna út á námi Já Fjölmiðlafræði nefnilega, ég leitaði lengi að því, sko Já, þetta er, sko, í HÍ En þetta er ekki braut, þetta er bara eitthvað svona áfangi Já Og það er bara, ég var svo spenntur, ég fann þetta Þetta var líka áfangi Þetta var líka í menntaskólanum, sko Í gamla þetta, allan að Stefán allir sem var með hann En hann sagði að hann fór í svoleiðis Og þú veist, ég bara gaur, það hljómar gegga Og fær maður einhverja gráðu eða hvað? Já, væntanlega Bara ég er með BS í fjölmiðlafræði Já Ég man ekkert hvað gráðu þú fari Ég man bara, mér leist okkur ekki á þetta Ég var að lesa um þetta, finnst þið gaman að skrifa Finnst þið gaman ekki að, vilt þú vinna í sjónvarpi, útvarpi, bla 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 Bara hljóma fólk vel Síðan er þetta eins og eina visinnið Er þetta á Akureyri Ég hef ekkert á móti Akureyri, sko Ég fór okkur í sumar Og good shit place Maður myndir svona einhvern veginn ekki nenn að búa hana, sko Ég myndi nenni Ég myndi ekki nenn að Það hæðir Það var eitthvað ein vinkur minn sem ég kynntist á Akureyri Hún var að hæpa eða Akureyri bara niður Hún býr þar What? Ekki hæpa, sko, hún var með svona eitthvað Þú vilt ekki flytjinga, sko Akureyri? Ég man það ekki, sko Ég vil bara búa í Reykjavík, ándjóks Hún býr, sko, í Reykjavík núna hana. Já, þú veist, Reykjavík is the shit, sko Hvað partypúpur er þetta?
Þetta er bara eins og Selfoss er orðið svo lame. Selfoss er ekkert með Akureyri sko. Nei, ok, ég er enda viðurkenna að Akureyri er miklu betur bara Selfoss sko. Já. Hver ímyndar á Akureyri væri bara rétt fyrir utan Reykjavík, hvað var heldur næst? Það var ekki ekki, Þá myndi ég fara. Já, Akureyri er bara svo langt í burtu, það er málið. Það er þeir eru með skíði. Þeir eru með, ef keilöðin virkar þá er þetta staðurinn sko. Keilöðin er ekki hana. Jú, það er keil, ekki lengur. Nei, það er langt Ok, Akureyri er ekki góð staður. Ég hef einu sinni farið í keila þarna, ég kunni ekkert á þetta. Þetta var svo mikið öðruvísi. Mér líður alltaf þessu því ég fyrir út á land, ég er búin að búa á höfbruksvæðinu allt með náði, mér líður alltaf þessu ógeðslega snobbaður. Akureyri? Já, þetta bjóst í höfbruksvæðinu. Nei, því ég er búin að búa hérna og mér líður svona, hafið þið ekki KFC eða? Já, þeir hafa þetta ekki KFC eða, fokkin myndi. Býta, eru ekki með krónuna, ég þarf að fara í mína krónuferð sko. Hvað snappaður, KFC? Ég meina, ég er ekki sem hann að mér líður hann, ég fóru eitthvað akkur, ég bara heldur við vitum að við erum ekki hérðan eða heldur við sjá það okkur, við leðum bara eins og einhverjum túrista í mínu eigin landi, bara heldur við vita þetta heldur við sjá þetta bara klæðina bara þessi er ekki hérðan sko. Þetta er bara svo allir fara að kirkjunni sem er að koma sko. Það er bara, já þessi er ekki hérðan. Kirkjan er cool sko. Bara heyra á mig hvernig tala bara, já þessi er og Reykjavík. Þeir eru ekki alltaf eitthvað matur eitthvað svona þú veist, maður tek alltaf klæðið bara mjólk. Já, mjólk. Ég leggja áherslu á jóð. Hver? Akureyringar. Nei. Jú, það er mjólk. Kannski, ég vona ég sé þetta rétt, ég vona ekki að það er ekki elli mjólk. Ég veit, ég man ekki. Býtu, á hverju við bara aldrei hitt þetta? What the fuck, en ég hef ekki tekið þessu. Wow, shit, er það bara dissing over me að ég veit ekki hvað time hérna núna? Hashtag, nei, ég veit ekki. Já, þetta er bara, mér líður alltaf þessu túristum mínu í landi, sko. Já, mjólk. Já, mjólk og fólk. Nei, jú, það er fólk. Andjóks. Ég held það, sko. Það er þetta með mjólkina. Þeir eru výrt, sko, spyrir bara Jóhann. Það er fucking fyndið, guys. Þeir eru výrdós. Já, öll fjölskyldunir, mjög mikið fjölskyldunir er frá Akureyri, ég ætla að spyrja þau öll að Ég til hópa er þeir bara alveg, sko. Það er kúkú bara. Þeir eru bara að drekka mjólk og fólk. Mjólk og svona. Þetta er líka, ég lærið svona áhugavert í Akureyri, þau segja með svona, ef þú ert úr höfuðborgarsvæðinu, þeir segja bara Reykjavík og þeir pæla ekkert í, skilur við, Garðabæ, Kópavogi, hvar þú ert. Mosó og allt það. Og þá varum alltaf svona, já, ertu Reykjavík? Ég kann eiga Kópavogi, já, nú er Reykjavíkur. Já, ég er Reykjavík. Þetta er líka bara svona Selfossi næstu, sko. Já, þetta er eins og með Keflavík, ég fór eins og til Keflavíkur og ég var í Njarðvík, þar er þetta líka skipt og ég segi, já, en við Keflavík, þá voru einhverju Njarðvík og einhverjum mókaðir sem ég var með hana og ég var eitthvað, já, heyrðu, hvað segi, ég er á Kópavogi, þið kalliði mér Reykjavík, ég gláti mig í friði. Já. Hvað er Njarðvík? Það er bæjarfélag. Veistu ekki hvað Njarðvík er að? What the fuck? Já. Njarðvík? Bara nála Keflavík. Það er bara Keflavík. Þetta er alltaf sama fyrir mér, sko. Það hljóma svo illa, sko, Njarðvík. Ok. Já, ok. Þú er bara góðir. Njarðvík. Það er njálku, sko. Eru ekki bara orðinu góðir? Ég held það, sko. Ég meina, eitthvað podcast þið bara endið þetta viljum maður. Ég held að við séum basically búin að tala um allt. Já, bara allt sem við getum. Andjók, sko. Það fara að tala um tilgang lífsins, það verður við neða alltaf. Nei, við hefum gert það áður, við skulum ekki gera það. Ég sagði Bergab og hann sagði að það var ódjúpt, sko. Já, Jesús minn. Allt djúpt. Já. Krissi, hvað er tilgangur lífsins? Já, ég er ekki farið það, sko. Við getum bara loggað þessu, viltu segja einhvað myndaðurna? Svona plugga einhverju eða plugga þessu. Bara, hvað, plugga bara miðan? Já. Bara miðan, coming out desember, endilega horfið. Við munum alltaf að setja story eða eitthvað á Instagram hjá okkur það kemur, sko. Yes.